Ein athugasemd barst við breytinguna og hún frá Íþróttafélaginu Þór sem gerir athugasemd við skipulagið og telur að tillagan hafi hamlandi áhrif á starfsemi félagsins. Tillagan vinni þvert gegn þeirri stefnu sem unnin var af Akureyrarbæ og IBA og vinnu sem var unnin á vegum Þórs þar sem horft var til samnýtingar Íþróttafélagsins og Þórs. En uppbygging á nýju leikskóla á þessu svæði nauðsynleg og var það mat vinnuhópsins sem vann að staðarvalsgreiningu hans að best væri að byggja hann á svæði suðvestan við núverandi Glerárskóla, frekar en austan eins og fram kemur í kafla 1.3 í greinargerð deiliskipulagsins. Ekki talið að þessi uppbygging muni hafa of takmarkandi áhrif á framtíðaruppbyggingu íþróttasvæðis Þórs. En þetta rétt sem bæjarfulltrúi Geir Kristinn kom inn á áðan að Þórsarar skiluðu frá sér mjög metnaðarfullri áætlun varðandi uppbyggingu, framtíðaruppbyggingu til næstu 20 ára og höfum við fundað með þeim og leggjum mikla áherslu á það að það verði fundin góður lausn til framtíðar með þeim samhliða þessari ákvörðun. Takk. Það var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sinni og orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti bæjarfulltrúar. Við í D-listanum getum ekki samþykkt þessar tillögur, þær tillögur sem á eftir koma og þær felast kannski fyrst og fremst í því að við erum bent á það að staðsetning þessa leikskóla sé ekki í samræmi við það sem farið var með af staði upp. Ég hef aldrei fengið í raun og veru samanburð á kostnaði til dæmis við leikskólabyggingu þannig að það sem upphaflega var talað í suðurenda A-ánum þar sem hefði verið að byggja 2 hæða hús sem dæmi, tengt skólanum án þess að þurfa að rjúfa þá tengingu eða þá austan við Glerárskóla þá með samskonar tengingu sem hefði ekki þurft að rjúfa með einhvers konar gangbraut eða gangstíg eins og þannig er að gera ráð fyrir. Þar að auki þá þessi hönnun í sjálfu sér og allt málið þannig statt að það í raun og veru engin samlegð orðin með Glerárskóla og þessum skóla. Ég er með grein fyrir því að þetta var niðurstaða í einhverjum hópi og þetta bara ekki í samræmi við þær hugmyndir sem ég og við gerðum okkur þessa framkvæmd á sínum tíma. Okkur finnst í raun og veru bara kasta glæp ákveðnu tækifæri. Og það samt sem áður náttúrulega bara nauðsynlegt að það rísi leikskólabygging fyrr en seinna og það í raun og veru alveg bara hörmulegt að þetta mál skuli vera komið þetta langt með þessum hætti eins og það og við bara hörmum það hvað þessi bygging hefur dregist á langinn í þeirri bókun sem við leggjum fram. Við leggjum sem fram eftir þenni bókunni í raun og veru við næstu 4 liði eða það sem þennan nú næstu 3 því þeir hanga allir saman á okkar tíma. Við getum ekki samþykkt þessa tillögu þar sem staðsetning leikskólabyggingarinnar er ekki í samræmi við hugmyndir okkar og það hugmyndir sem komum fyrst fram. Þá hönnunin ekki í samræmi þar sem farið var að stað með í upphafi þar sem lögðar áherslu á samlegð með Glerárskóla. Við leggjum samt áherslu á nauðsyn þess að ný leikskólabygging rísi sem fyrst og hörmum það hvað þessi bygging og það sem henni fylgir hefur dregist á langinn. Því að upphaflega var gert ráð fyrir að þessi bygging yrði til mannrétt senkt á árunum 2018 og byrjun árs 2019. Nú árið 2019 að renna sitt skeið og ekki búið að klára hann. Þetta leggjum við hér fram og þetta afstaða okkar til næstu viku. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni og orðið laust. Fleiri hafa ekki plats til hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögur skipulagsráðs gefur merki. Það eru 8, þeir sem á móti. 7. Já, 7. Það er taldi hérna þar sem það hefur mikið af öllu, 7. Enginn á móti og 3 sitja hjá. Og þá komið að 4. liðadagskrá og vildi bara árétta að bókun á við alla liðina undir hverjum einstaka. Þá það er 4. liðadagskrá, það er Glerárskóli deiliskipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta tillaga deiliskipulagi fyrir lóð Glerárskóla
sem var auglýst frá 14. ágúst til 25. september. Tillagan gerir meðal annars ráð fyrir að afmarkaður byggingarreitur fyrir nýjan leikskóla með tengingu við suðurhlið núverandi íþróttahús. Þá er gert ráð fyrir breytingum á núverandi bílastæðum auk nýrra bílastæða á suðvesturhluta svæðisins með aðgengi við Drangshlíð. En með leyfi forseta ætla ég aðeins að lesa hérna upp úr drögunum að deiliskipulaginu, inn í kringum það. En meginmarkmið þessa deiliskipulags er að gera ráð fyrir nýjum 7 deilda leikskóla og lóð Glerárskóla. Með það markmið í huga er einnig tekið á bættri aðkomu nemenda, starfsfólks og gesta að skóla og íþróttasvæðinu við Glerárskóla með nýjum stígum, bílastæðum, sleppisvæðum og almennri hönnun skólalóðarinnar allrar. Nýr leikskóli verður staðsettur á svæði vestast á skipulagssvæðinu sem bætt hefur verið við skólasvæði með aðalskipulagsbreytingu en svæði var áður opið óskilgreint svæði. En nýr leikskóli verður tengdur við suðausturhorn íþróttahússins. Staðarval leikskólasvæðisins, það kom hérna aðeins gagnrýni í síðasta lið hjá bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni staðsetningar, val og annað. Þá er það alveg rétt að í umræðinni, og ég man nú eftir því að umræðinni horfðum við öll á austari hluta lóðarinnar. En eftir því sem að máli var skoðað frekar, þá komur rök fyrir því að það væri betra að færa þetta þarna hinum megin við skólann. En svæði sem að er afmarkað, skipulagssvæði, afmarkast af Suðurbrún Höfðahlíðar að sunnan, Drangshlíð í miðju götu og íþróttasvæði Þórs að norðan og lóðum og Klöppumýrarháhlíð að austan. Staðarvalið í forhönnunarfasa leikskólans var gerð greining á mögulegum staðsetningum leikskóla innan svæðisins í minnisblaði sem kom frá hönnunaraðilanum sem kynnt var í verkefnahópi umhverfis- og mannvirkjasviðs Akureyrar í undirbúningsvinnu fyrir leikskólabyggingu. Í minnisblaðinu og í umræðum verkefnahópsins var tekið tillit til meðal annars aðkomu, samspils við grunnskóla, leiksvæða leikskóla og grunnskóla, aðkomu að öðrum mannvirkjum á lóðinni og raski á byggingatíma. Strax frá byrjun var ljóst að ekki var mögulegt að staðsetja skólann norðan við núverandi byggingar á svæðinu og því stóð staðarvalsgreiningin á milli byggingarrits á austurhluta skólasvæðis og vesturhluta skólasvæðis. Niðurstöður greiningarnar voru þær að ókostir við staðsetningu við austurhlið grunnskólans væru þær margir að ekki væri hægt að fara þá leið. En helstu ókostir við austursvæðið eru mikið inngrip í núverandi leiksvæði grunnskólans sem að grunnskólinn taldi mjög mikilvægt og er dýrmætasta svæðið á skólalóðinni að þeirra mati. Mikið inngrip í starfsemi grunnskólans á byggingatímanum, erfiðari tenging við núverandi álmur A og B vegna gólfhæðar, skuggavarp yfir leiksvæði og A-B álmur á aðalskólatíma og möguleg óánægja íbúa austan skólasvæðis vegna nálægðar við byggingu og skuggavarp og fleira. Helstu kostur við staðsetninguna á vestursvæðinu eru lágmarksinngrip á núverandi skólasvæði, lágmarksinngrip á starfsemi grunnskólans á byggingatíma, aðkoma að leikskóla frá fleiri hliðum er möguleg, tenging við núverandi byggingar eru auðveldari og aðgreining leiksvæða grunnskóla og leikskóla eru auðveldari. Einnig kemur fram hérna í aðalskipulaginu okkar að meginforsendur samgöngumannvirkja innan skipulagssvæðis taki mið af áherslum aðalskipulagsins þar sem lögð er fram stefna vistvænar áherslur í umferðarmálum með aukin áherslu á göng- og hjólreiðastíga og almenningssamgöngur. Og var það gert í þessu tilviki að þar var nemendurnir og börnin sett í fyrsta forgang á undan bílnum, meðvitað. En Höfðahlíðin er þrengt 3 stöðum til að ná niður ökuhraða og gera framúrakstur erfiðari. Þá verður útbúið sleppisvæði við aðal bílastæði grunnskólans og þannig dregið verulega úr umferð inn að leiksvæði skólans. Göngustígar eru meðfram báðum hliðum Höfðahlíðar og meðfram Drangshlíð vestanverðri eins og verið hefur. Innan skipulagssvæðisins eru nú 9 göng- og hjólastígar sem tengjast þessum stígum. Bílastæði á skipulagssvæðinu til upplýsinga er á 2 stöðum, annars vegar við suðurhlið grunnskólans með aðkomu frá Höfðahlíð en hins vegar við Drangshlíð. Fjöldi bílastæði við Höfðahlíð er 34 og þar af 1 fyrir hreyfihamlaða. Bílastæði við Drangshlíð eru 56 og þar af 5 stæði fyrir hreyfihamlaða. Heildarfjöldi bílastæði á lóðinni er því 92, þar af 8 fyrir hreyfihamlaða. En eftir að hafa borið það saman við sambærilega skólamannvirki og fjölda bílastæði þar, þá er það nokkuð með í takti. En það er í rauninni ekki meira, en skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og einnig tillagan að svörum við athugasemdir sem bárust. Og
svona rétt til þess að renna yfir athugasemdirnar af því við þurfum að samþykkja þær. Þá var eitt kom frá Norðurorku að þyrfti að gera samkomulega skiptingu kostnaðar vegna færslu hitaveitu og það verður unnið í samræmi við verklag um færslu lagna. Íþróttafélagið Þór gerir athugasemdir skipulagið að það hafi hamlandi áhrif á starfsemi félagsins og bara sama svar og áðan varðandi aðskipulagið. Minjastofnun, gamall þjóðvegur deiliskipulagssvæðið og það lagt til í greinargerð deiliskipulagsins að það verði sett inn ákvæði að mælst verði til þess að efni gamla veginu verði nýtt eins mikið og kostur er. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að bílastæði raski umhverfinu sem minnst þar sem svæðið í dag tiltölulega raskað og nýtt útivistar. En eitt af markmiðum með afmörkun bílastæðisins var að reyna að skerða umhverfis lítið og mögulegt og forðast að fara klappir sem eru á svæðinu. Síðan kemur athugasemdum að það verði gerð grein fyrir hvað áhrif breyting á samgöngum geti haft á notkun bílastæða og þörf fyrir hjól- og vagnageymslur. En það er stefna Akureyrarbæjar eins og kom fram að hafa aðra samgöngur en einkabíl. Það verði raunverulegur valkostur fyrir íbúa. En já, skipulagsstofnun leggur til við að við samþykkjum þessi svör og tillagan verði samþykkt með minni háttar breytingum til að koma til móts við innkomnar athugasemdir. Og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið annað gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen, lokið málsins, næst fyrir mál bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti og bæjarfulltrúar, þessi upptalning bæjarfulltrúi Ingibjörgar segir mér það hafa aldrei verið skoðaður sá kostur að reisa þessa byggingu sunnan við A-hólu í stað þess að fara inn á lóð Glerárskóla að austanverðu. Og mér þykir það bara miður. Ég benti á þetta á fundi í umhverfis- og mannvirkjaráði og spurði að því búið að gera kostnaðargreiningu á því hvort að þessi bygging sem ætlunin er að reisa núna sé ekki bara töluvert mikið dýrari miðað við þann grunn sem þar heldur en að reisa til þeim sunnan við Glerárskóla. Slíkar upplýsingar hafa aldrei komið fram, því miður. Og ég bara staðfestir raun og veru þess að segja á hann, undirbúningurinn í þessari vinnu, hann bara ekki góður og það að samleginn sér öll farin út á borðinu með þessum tveimur stofnunum finnst mér bara sorglegt að horfa. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsins og orðið laust. Næst bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við langaði bara aðeins að spyrja að því nú höfum við oft rætt öryggi barna og leið í og úr skóla og okkur held í flestum hér inni mjög umhugað að þau atriði sé í lagi. Þannig að mér langaði að spyrja staðsetningu sleppistaða. Því ég get ekki betur síðan að börnin þurfa að labba fyrir inn- eða útkeyrslu bílastæðisins ef að þau eru sett út á sleppistaði. Þannig ég bara velta fyrir mig hvort það hefur verið skoðað svo möguleiki að hafa sleppistaðið ekki þannig að börnin þurfi að fara þar yfir. Af því þannig allan að tækifæri ef við erum að borða að fara að breyta, að huga þá vel að öllu öryggi. Af því að annars höfum þurft að breyta eftir á hjá nokkrum skólum bæjarins, þannig að það var betra að huga því strax. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir, lokið málsins, orðið laust. Næst máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér svo rétt að koma hérna upp og bregðast við fyrirspurn bæjarfulltrúa Evu Hrundar. En það voru fengnir til aðilar hér hjá Akureyrarbæ sem sér hafa sig í því að skilgreina hvernig umferðin sé best og umferðin öryggi sé best háttað og þeir eru búin að vera að rýna þetta og þetta er þeirra tillaga. Ég get ekki svarað við það hvort eitthvað annað hafi verið skoðað frekar en hitt en ég veit að þetta var rýnt út frá þeim tillögum sem hafa verið meðal annars verið ræddar í öðrum grunnskólum og sleppisvæðum. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen, lokið málsins, orðið laust. Næst máls bæjarfulltrúi Guðmundur Barði Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara byrja því að þakka Ingibjörgu fyrir að fara í þessa
greiningu á þessum valkostum, það er að segja annars vegar austanviði eða hins vegar vestan við á lóðinni, eða vestanvínu lóðinni. Ég hef aldrei heyrt í rauninni þessa tillögum sunnanmegin og ég veit ekki hvort hún rúmast innan þess sem það aldrei verið rætt þess vegna. En hins vegar vildi ég bara koma upp til þess í rauninni að árétta það að mikilvægt er að við mögum að samþykkja hér þetta deiliskipulag að það verði haft samband við Þór og íþróttafélagið Þór og rætta þessar hugmyndir sem þeir lögðu fram þannig að við sýnum þeim hvað að þeirra plön sem voru til marga 20 ára voru mjög metnaðarfullar og ég finnst sjálfsagt að menn ræði þá og hafi það í huga í framhaldinu að það þurfi að vinna það með þeim. Ég bara árétta það að það komið fram. Takk. Það bæði fulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson í lokamáli sínu orðalaust. Sem fleiri hafa ekki kvatt sér ljóst, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 7 á móti, enginn, 3 sitja hjá. Þá komum við að 5. Já. Þá komum við að 5. lið á dagskrá, Glerárgil, breyting á deiliskipulagi og það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er tillaga breyting á deiliskipulagi Glerárgils sem var auglýst frá 14. ágúst til 25. september. Í breytingunni felst að afmörkun skipulagssvæðisins breytist í samræmis við deiliskipulag skólasvæðis við Höfðahlíð. Ein athugasemd barst þar sem að kom fram tillaga eða ábending það að það sé ósamræmi í legu stíga í deiliskipulagi skólasvæðis við Höfðahlíð og deiliskipulagi við Glerárgil en skipulagsgögn verða lagfært í samræmis við þá athugasemd. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan að svari við athugasemd verði samþykkt og að deiliskipulagstillagan verði samþykkt með minniháttar breytingum til að koma til móts við innkomna athugasemd. Og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið annars gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokamáli sínu orðalaust. Sem enginn hefur kvatt sér ljóst, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 8 móti, enginn, 3 sitja hjá. Þá komum við að lið 6, það er Hlíðarhverfi, breyting á deiliskipulagi Glerárskóla og það er til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tillaga breyting á deiliskipulagi Hlíðarhverfis sem var auglýst frá 14. ágúst til 25. september. Í breytingunni felst að afmörkun skipulagssvæðisins breytist til samræmis við deiliskipulag skólasvæðis við Höfðahlíð. Engar athugasemdir bárust á kynningartíma. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokamáli sínu orðalaust. Enginn hefur kvatt sér ljóst, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs gefur merki. Það eru 8 móti, enginn og 3 sem sitja hjá. Það er komið að 7. lið, skipagata 12, breyting á deiliskipulagi miðbæjar, til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tillaga breyting á deiliskipulagi miðbæjar Akureyrar sem nær til lóðarinnar skipagötu 12 og var auglýst frá 21. ágúst til 2. október. Tillagan gerir ráð fyrir því að nýtingarhlutfall hækkar, byggingarreitur stækkaðar og 2. og 3. hæð verði heimilt að byggja svalir út fyrir byggingarreiti austur yfir skipagötu. Engar athugasemdir bárust ef liggur umsókn frá Norðurorku sem bendir á að fara fyrir veitulagnir og götukassa rafveitu og það er gert ráð fyrir að farið verða verklagsreglum varðandi færslu á því. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokamáli sínu næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að koma upp og fagna þessari tillögu og fagna þessari framkvæmd í miðbænum.
Þetta verður til mikilla prýði eins og þetta lagt hérna fram. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðsvið sem geta samþykkt tillögu skipulagsaðskilum ekki. Það eru 11 og þá er komið 8. lið á dagskrá velferðarstefna 2018-2023 til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar, velferðarstefna Akureyrarbæjar var samþykkt í bæjarstjórn í september 2018. Í velferðarstefnunni í stuttu máli gerð grein fyrir stefnu sveitarfélagsins og helstu verkefnum þess í velferðarmálum. Við mótun stefnunnar var markvisst kallað eftir skoðunum bæjarbúa, áliti frá félagasamtökum og öðrum hagsmunaaðilum. Haldnir opnir fundir með bæjarbúum og jafnframt fundað með starfsfólki í velferðarþjónustunni. Þá var starfshópur skipaður til að leiða vinnuna. Unnið var með helstu hagsmunaaðilum að mótun sameiginlegri framtíðarsýn, gildum og stefnu í velferðarmálum sveitarfélagsins. Sett voru fram markmið, mælikvarðar og aðgerðir sem stuðla að almenni velferð íbúa. Mikilvægt er að allir sem vinna að velferðarmálum í sveitarfélagum taki mið af stefnunni í verkum sínum og þessi stefna hefur að geyma 5 lykilþætti. Þeir eru velferð og félagslegt öryggi, lífsgæði og þáttaka, fagmennska og virðing, forvarnir og fræðsla og framsækni. Í aðgerðaráætluninni sem til umræðu núna fjallað áætlun fyrir búsetusvið, fjölskyldusvið og loks öldrunarheimili Akureyrar. Enn ólokið að setja inn í aðgerðaráætlunina þætti sem tengjast öðrum sviðum en þegar það verður klárt mun það vera sérkafli í aðgerðaráætlunni. Uppsetning á aðgerðaráætlunni er að mínu mati til fyrirmyndar og það ætti að vera auðvelt að leita sér upplýsinga í henni. Það er allavega mín tilfinning, þó að þetta séu drög og ennþá hægt að breyta áður þetta fyrir formlega birtingu. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu og orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætir bæjarfulltrúar. Ég ætla að fagna þessu plaggi. Það er bara mjög ánægjulegt að sjá hér þessi skipulega unnið með þessu stefnu. Nú er það sett upp í skýr markmið, þau eru tímasett, tölusett, ábyrgðaraðilega settir og kostnaðarmetin. Þetta er alveg til fyrirmyndar. Þetta kannski akkurat þau vinnubrögð sem við ætlum að viðhafa í öllum ráðum og í bæjarstjórn. Og þess vegna fagnaði þessu. Hins vegar svona velti ég fyrir mér að það þarf kannski að kíkja stundum á mælikvarðana sem að spurning hvort að mælikvarðarnir eru endilega rétt skilgreindir sem mælikvarðar. Eins og dæmi hérna 24 fólk sem að stíga sín fyrstu skref í atvinnum í stuðningi og fá aukinn stuðning. Mælikvarðin að nýr starfsmaður á Glerárgötu, atvinnum í stuðningi. Það segir mér ekki neitt árangur. Hvort það starfsmaður ráðin eða ekki. Bara svona lítið dæmi og það en þetta plagg bara hérna til umræðu. Og þetta eina sem ég svona sá sem ég geti svona sett út á það að mér hefði fundist kannski rétt að setja inn skýrari mælikvarða í nokkru liðum. En ég bara fagna þessu plaggi og fel þetta mikið framfara skref og Akureyrar að fá þetta fram. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara líkt og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason fagna verklagi við þetta skjal. Það er greinilega mikil vinna að fara í þetta og ég er mjög ánægð að sjá hvernig þetta er uppsett. Og ánægð að sjá hvað mikil áhersla lögð á fræðslu og samráð og nýsköpun. Mér finnst það svolítið svona þráðurinn þarna í gegn, þannig ég var mjög ánægð að sjá það. Ég ákvað nú til gamans að taka saman kostnaðinn við það sem var þarna inni og ég endaði í tæpum milljarði. Þannig að ég er svona að hugsa yfir hvað við náum að gera og hvað ekki á þessu tímabili. Þannig að það þarf örugglega að forgangsraða og við þurfum náttúrulega að eiga fjármagn fyrir því.
Það sem ég líka velti aðeins fyrir mér hvort þegar við stundum erum í svona vinnu, hvort við séum að leggja áherslu á of marga þætti í einu, hvort við ættum að taka stundum færri þætti og klára þá. Ég finnst að stundum hafa verið raunin af þeirri reynslu sem ég hef verið í þeim nefndum sem ég hef verið. Að málin stundum daga upp og eru jafnvel á 3. og 4. ár ennþá inni og ekkert gerist. Þannig að ég kannski bara aðeins velta því upp hvort við ættum að horfa til þess að vera með aðeins færri þætti og ná að keyra þá í gegn. En öðru leyti tek ég að líka undir varðandi mælakvarðana. Það var á nokkrum stöðum sem að þarf eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á sem við þurfum að horfa til að laga og breyta. En mjög gott að sé komin ábyrgðaraðila og einmitt kostnaðarmat. Ég var mjög ánægð að sjá það þó ég væri komin upp í svona háa tölur að það er allavega búið að setja tölur á mjög margt sem er mjög mikilvægt fyrir okkur sem erum að taka ákvarðanir að við séum að byggja á kostnaðarmati. Reyndar sé að mjög margt er innan fjárheimilda líka nú þegar sem er bara gott og vel. Ég hafði svo sem ekkert miklar athugasemdir við innihaldið. Mér langar reyndar að spyrja varðandi lið 1.10 þjónustuþegar sem eru einungis með tekjur, sambærilegar örorkubótum eða þar fyrir neðan fá niðurfellingu á gjaldið þar sem það á við. Ég bara spá í hvað er fólk að fara með því, hvað við erum að tala þá þjónustu innan bæjarins og þá hvaða í þeim tilfellum. Svo sem það var ekkert annað sem stakk mig þannig að ég myndi alls ekki vilja taka þátt í að gera. Ég gæti ekki séð það. En fagna verulega bættum vinnum. Bæjarfulltrúi Eva Hilda Einarsdóttir lokið máls sín, næst til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Árni Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég bara líkt og bæjarfulltrúa sem var á mér. Ég sé ánægður minn með þessa aðgerðaáætlun að því til að hún er mjög vel framsett og þetta hrósa velferðarráði fyrir það að hafa lokið þessu og til algjörða fyrirmyndar. Það kom alveg fram í máli bæjarfulltrúa Evu að þetta eru stórar miklar fjárhæðir og mér finnst kannski að við þurfum aðeins að því nú erum við að vinna fjárhagsáætlun vinnu fyrir næsta ár og næstu ár að við þurfum aðeins kannski að stilla þetta sama við þannig að við séum að eins og bæjarfulltrúi Evu komur ekki inn á séum að setja einhverjum svona atriði sem við getum alveg klálega staðið við og hvernig við ætlum að raða þessu. Mér finnst svona kannski að vera dálítið framþungt þessar aðgerðir og við þurfum aðeins að horfa til þess að þetta rúmist innan hjá okkur á næstu árum þannig að við séum svona að taka skref öll í rétta átt. En spurningin er hvort að þetta þarf og eigi alltaf að vera búið í árslok 2022, það er svona kannski að maður velti því fyrir sig. En vonandi það fjárhæðir sem að bæjarfulltrúi Eva kom inn af var alltaf 970 milljónir eða 927 saman. Ég held að ég hef eitthvað 970 en það er alltaf stærst að tala alltaf í því ef bygging þjónustugjarna, það er reikna með að það er farið í byggingu tveggja þjónustugjarna líkt og við erum að byggja í Klettaborg núna og það er kostnaður á 500 milljónir svona bara til þess að róa þá sem heimasitja þannig að það er ekki sé ekki halda að hér sem að ræða 900 miljónar kostnaður per ár þannig að það er sátt að sjá því að þetta eru stóra mikla fjárhæðir sem að þarf og það er alltaf líka þannig að velferðarmálin hjá okkur er stór liður í fjármálu bæjarfélagsins og við erum alltaf að skoða hvernig við getum gert betur og bæði það hvernig við getum nýtt krónuna sem best en eins það líka að gera það sem best og akkúrat svona aðgerðaáætlun er liður í því að gera það sem best og gera það sem hagkvæmast. Þannig ég held að fagna þessu aftur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Árni Guðmundsson lokið máls sín, orðið næst til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Ég þakka fyrir þessa umræðu sem hefur átt sér hér stað. Ég ætla að nýta mér bara þann rétt sem gamall kennari að segja við Evu, ég get ekki svarað spurningunni lið 1.10 og verða að kynna með það betur og svara síðar. Takk fyrir ábendingarnar varðandi mælikvarðana, það verður auðvitað að skoða sérstaklega og eins með fjármagnið, það er búið að kostnaða með þetta en svo eins og komum bætti réttilega að stærsti hlutin er í búsetu fjármagnum sem
verið að byggja og vonandi verður byggt á næstu árum. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næstefndi máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Margrétarsdóttir. Eiríksdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sitt í velferðarráði ásamt Heimi og fagna þessu skjali mjög. Þetta er búið að vera alveg auðvitað óhemju vinna sem hefur legið auðvitað mikið á sviðsstjórum og inn á sviðunum, en við höfum auðvitað og eðlilega tekið þessa umræðu og þátt í henni inni í ráðinu. Og þetta er vissulega rétt að það eru ofsalega háar fjárhæðir sem eru í þessum flokki, en við erum auðvitað náttúrulega líka bara að sinna alveg mýmörgum málum sem eru bara lögbundin mál og þarf að sinna, og síðan erum við auðvitað að reyna líka að auka eins og velferðartæknina og annað slíkt sem auðvitað kostar pening, en mögulega mun skapa tækifæri annar staðar, þá mögulega í kostnaðarlækkun einhvers stóru móti. Mér finnst ofsalega mikill metnaður liggja á þessum þremur sviðum sem undir velferðarráði liggja, og þetta hefur verið góð samvinna, en ég tek undir það að taka mál langan tíma og maður verður óþreyjufullur, og eitt af því málum sem við höfum nú rætt svolítið og erum nú að fara að ræða á miðvikudaginn er náttúrulega eins og til dæmis áfangaheimilið. Það eru þetta mjög brýnt og þarft verkefni að reyna að koma því áfram, og einnig myndi ég líka í rauninni vilja fara að ná að skoða meiri alvöru svokallað fjölskylduheimili sem Barnavernd hefur kallað eftir. Þannig að það eru alveg dýrir póstar sem að skipta máli og geta haft mikil áhrif til barna vonandi. En bara mjög góð vinna og gott samstarf í hópnum. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næstefndi máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að taka undir ánægjuna með þessa aðgerðaráætlun og það sem hana hefur sagt. Við erum búin að ræða stefnuna áður og lýst, og ég ásamt örugglega flestum ykkar hinum lýst hamingju minni með hana. En mér langaði aðeins að grípa þráðinn þar sem að bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þar sem að talaði árangursmælingar. Að þá held ég svo sem ég tek nú ekkert endilega undir hennar punkt sem að hann með af því að mælingin inn í þessari stefnu snýr upp það hvort við erum að fylgja stefnunu og ekki, og þá er það sem þessi punktur sem að hann tiltók mjög eðlilegur til þess að mæla það hvort við erum að fylgja stefnunu eða ekki. En það er annað og miklu stærra mál sem að mér finnst ágætt að taka núna til umræðu, sem er þetta hvernig ætlum við almennt að mæla árangurinn af því sem verið að gera á vegum Akureyrarbæjar. Og ég held að þar eigum við óplæðan Akureyrar tækifærum inni, og af því að við erum komið þetta, myndi ég segja, svona næsta skrif stefnumótun sem að gera aðgerðaráætlun sem kostnaðarmetin, eins og við höfum talað svo lengi. Það held ég að sérlega bara ágætt við að tala það líka í kjölfarið, hvernig við ætlum að mæla árangurinn af aðgerðum okkar. Og þar held ég að eigum við eftir að taka bara fyrstu skref, en mér langaði bara svona rétt að lyfta því upp á borðið, því ég held að það sé svona svo þróun sem við þurfum að leggja áherslu á núna þegar við erum búin að átta okkur á því hvernig er ágætt að gera aðgerðaráætlanirnar, hvernig við viljum sjá þær. Ég held að þetta sé mjög gott dæmi það að við þurfum að hugsa hvernig við ætlum að mæla árangurinn okkar. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næstefndi máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að lengja þetta mál mikið. Það gætir greinilega mikils misskilnings hjá bæjarfulltrúi Sóleyju Björk hvað er mæling eða mat á árangri. Maður metur ekki árangur út frá því hvað eru mörg störf hjá bæjarfélaginu til að sinna ákveðnum verkum. Það hlýtur að felast í því hvað gerist ákveðin aðili sinnir ákveðnu starf. Og ég get hins vegar tekið alveg undir það að það er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að fara að leggja upp ákveðnar línur en það hvernig við metum árangur af þeim ákvörðunum sem teknar eru hér eða eru afleiðingar af því sem ákveðið er hér. Og þetta er tilraun, lítur vel út.
kemur mjög vel fyrir og þetta bara eitthvað sem ég tel að þrói síðan. Ég vildi gjarnan vilja sjá akkurat þessi vinnubrögð hjá Gröll. Ég vildi sé miklu skilvirkara. Mér langar til að taka líka undir það sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund sagði hérna áðan. Við þurfum svo að forgangsraða. Við hefum farið í svona vinnu áður og gerðum það hérna á árunum 2002 til 8-9 og settum okkur þá þarna benchmarking. Í benchmarking-vinnunni, þar gerðum við nákvæmlega sömu mistök, við vorum allt og mörg markmið undir. Það er líka hættulegt að drukkna í þeim. Þess vegna verðum við að forgangsraða og taka bara til að fá, en fylgja þeim stíft eftir til klárast og til næstu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið mál sem ég ætla að biðja varaforseta að taka aðeins við stjórnina þegar mér orðum. Já, bæjarfulltrúi Hallbjörg Guðmundsdóttir tekur til máls. Það sem þið ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla einmitt ekki að lengja þetta, en einmitt í ljósi þessar umræði hér, að þetta sé mikilvægt. Mér finnst þetta alveg byrja á hrósa náttúrulega ráðinu og starfsmönnum fyrir að koma með þessa aðgerðaáætlun og vera með hana kostnaðargreinda. Og þetta er eitthvað sem við ætlum að taka til fyrirmyndar í öðrum ráðum. En þetta er ekki síður mikilvægt finnst mér, þetta nýja við tökum þetta til umræða sem vera afgreiða hérna inn í bæjarstjórn. Það fær okkur aðeins til þess að fara yfir þetta, þetta á bratt og reyna að meta einmitt fjárhagslegu hliðina og velja úr eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund var að nefna. Forgangsraða og þarna gætum við síðan og svo tökum við þetta aftur til umræða og þá erum við kannski búin aðeins að rýna þetta betur öll hér bæjarstjórn. Því að mér finnst við stundum vera komin með málin einhvern veginn að lokastig þegar það kemur inn í bæjarstjórn og þá er ekkert annað að gera en einhvern veginn að samþykkja og vona allt gangi eftir og svo höfum við ábúðslega lítil tækifæri til þess að fylgjast með því eða árangust með það og eins og bæjarfulltrúar hafa hérna komið inn á undan fyrir umræðinni er að hvernig ætlum við að meta árangur. Hvað er við að fara að gera með þessu úrræði sem við erum að setja og sérstaklega kannski í velferðarstefnunni sem er auðvitað okkar lögmyndu verkefni og við viljum sannarlega gera vel við fólk sem þarf á aðstoð að halda, en hvernig ætlum við að meta hvort það gengur eftir það sem við erum að reyna að gera og setja peninga í. En ég held að það sé bara frábær vinna og til fyrirmynda fyrir okkur í framhaldinu og inn í öðrum ráðum. Bæjarfulltrúi Hallbjörg Guðmundsdóttir að lokið máli sínu og færi inn aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Næstu til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Frá umræðinni varðandi mælikvarða og hvernig við ætlum að mæla, þá langar mig bara að benda á það verkefni sem að Kópavogsbær hefur verið. Þeir hafa verið að mæla félagslega framfarir hjá sér og eru bara með mjög góð mælitæki hvernig þeir eru að gera það og setja þau upp. Ég segi bara eins og ég oft sagt að við þurfum ekki að finna upp hjólið, við erum að nýta það sem vel er gert annars staðar. Þannig að ég bendi bara á þeim fulltrúum sem eru í velferðarráði að skoða það sem þau hafa verið að gera og hvort að það sé eitthvað sem við getum lært af þeim í þeim efnum og tekið upp hjá okkur. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu og orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér máls, þá segir þessar umræðu lokið og bæjarstjórn vísar drögum til velferðarráðs til frekari vinnslu sem geta samþykkt það. Bæjarstjórn alltaf, ég sagði ekki bæjarráð. Bæjarstjórn, það er samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum, takk fyrir það, og þá er dagskrá tæmd. Féll niður eins og áður kom fram. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa 3. og 10. október, bæjarráð 2. og 10. október, kjarasamninganefnd 30. september, skipulagsráð 9. október, stjórn Akureyrarstofu 27. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 27. september og velferðarráð 2. október. Og hægt að nálgast allar þessar fundargerðir á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið korter í 5. Takk fyrir góðan fund.